Já, komiði blessuð og sæl. Þá ætlum við að renna hér yfir hrútakostinn sem er á fæðingarstöðinni í Borgarnesi þennan veturinn. Og við erum hér samankomnir, ég, Eyþór Einarsson og Eyjólfur Ingvi Bjarnason og Lárus Birgisson. Og við ætlum að svona fara yfir það helsta varðandi þessar hrútar sem er í boði þennan veturinn. Þetta eru sem sagt einhverju 13 hindir hrútar sem að standa núna í Borgarnesi. Þar af eru 6 sem eru nýir á stöð og það eru 7 kollóttir hrútar þarna. Þar af eru 3 nýir á fæðingarstöð og svo eru með ferhendanhrút, feldfjárhrút og forysturhrút. En við byrjum þá bara hér á fyrsta hrút. Og það er hann Mjölnir frá Efrifitjum sem að er kynntur hér til sögunar fyrstur. Hrútur sem að er búinn að vera 2 haust áður á stöð. Þetta er þess 3. veturinn sem að hann er kynntur hér til leiks. Og þetta er hrútur sem að var valinn sem álitlegur alhliða kynbótarhrútur. Hafði sýnt það heima á Efrifitjum að þetta væri hörku lambafaðir og spennandi ærfaðir. En hvað segir þið drengir þennan hrút? Ég held að tölurnar tali bara sínu máli með Mjölni. Þetta er öflugur kynbótarhrútur. Eiginlega bara fyrir alla þá eiginleika sem eru birtir. Hefur náttúrulega verið mikið notaður og hefur skilað sínu, en hann líklega hentar best það sem að vænleiki er meiri eða lömbin þurfa ákveðin þroska til að sýna sína bestu kosti. En hann er semst öflugur fyrir skrokkjaða eiginleika. Þetta er fituleysishrútur. Dætur hans hafa síðan sýnt mjög góða frjósemi og þarna skartar mjög hái kynbótamati fyrir frjósemi og dætur er líka vel í meðalagi mjólkurlegnar og uppgjörið sem að komið er núna þessa í haust. Það komnar inn tæplega 100 dætur. Það bara gefur vísbendingar það að 103 stig séu rétt tala. Við höfum náttúrulega ekki hreyfast mikið held í næstu útreikningi, sú tala. Já, og þær eru mjög frjósamar. Þetta er einn af þeir hrútum sem er svona allavega hindurhrútunum svona einn besti valkosturinn þar sem maður þarf að bæta frjósemi. Ekki satt? Jú, þetta er með hæstur hrútum með frjósemi. Og einmitt varðandi þessa fitu einhvern sem er há, hún náttúrulega segir okkur það að þessi lömb þau þola mikla þyngd. Þannig að hann á þess að fara að fitna óhóflega, þannig að ég held að megi segja að þau bæði geti vaxið mikið og þola að verða mjög þung í rauninni á þess að fara að falla fyrir fitu. Já, þetta er bara fyrst orðin segja, það er eiginlega allt orðið, allar tölur á bakvið Mjölnir eru mjög öruggar. Þannig að menn vita alveg að hverju þeir ganga með því að velja hann og bara full ástæða til þess að nota þennan hrút áfram. Já, það er ekki spurning, hörkurhrútur. Þá höldum við áfram og hér er komin á skjáinn hrútur sem heitir Garpur frá Staðarbakka. Og Garpur kom á stöð í fyrra, þetta er semst annar veturinn hans á fæðingarstöð. Og hann kemur semst frá Staðarbakka í Hörgárdal og er valinn sem álitlegur alhliða kynbótarhrútur. Var horft til þess hvernig hann hafði staðið sig bæði sem lambafaðir og ágætt útlit með hann sem ærföður líka. Og hann fékk nú bara prýðilega notkun síðasta haust og hópur af hrútum sem við sáum núna í haust.
og það leit nú bara vel út með þá gripi. Já, tölurnar eru allavega ágætar, sko. Ég sjálfur sá nú ekkert lambund á honum haust, sem hann var fyrir sunnan og ég sá ekki mikið af lömbum undan þeim hrútum sem voru þar, en tölurnar bera það allavega með sér að þetta séu öflugur lambafæðir og það mátti finna bara frábær hrútsefni í þessum ákvæma hóp undan garpi. Síðan fer hann ágætlega af stað með dætur. Dætur hans eru bara meðaltali með frjósemi á heimabúi. En þær voru gerðar upp núna í haust með 5,2 afurðastiga jafnaði, þannig líklega hækkar hann nú eitthvað lítillega fyrir það mat. Þannig ég held að þessi hrútur standi vel undir öllum þeim væntingum sem til hans voru bornar þegar hann var valinn fyrir ári síðan inn á stöð. Já, hann vonandi að ná aftur vopnum sínum hvað varðar mjólkurlægnina og lítur vel út með það. Hann hefur aðeins lækkað flugi hvað varðar frjósemi dætra. En ég vil nú segja það varðandi lömbin undan honum að þau komu bara allavega ekki veru út heldur maður bjóst við og rauninni bara heldur betur og hann raðar sér hérna í efri helmingin af stöðarhrútunum samkvæmt útkomunni í haust. Þannig að það lítur bara vel út með hann hvað þetta varðar, myndi ég segja. Já, það gerir það. Það gerir það. Þá höldum við hér áfram og þá var það hann Kappi frá Þóroddstöðum. Hann núna annað árið á sæðingastöð og var valinn sem mjög álitlegur mórauðurhrútur. Það var ekki bara það að hann væri mórauður, heldur var þetta nú bara einn af betri gerðarhrútunum á þessu öfluga búi Þóroddsstöðum í Hrútafirði. Og hann fékk nú bara býsna góðar móttökur, var mikið notaður síðasta vetur og nokkur stór hópur skoðaðar undan honum í haust. Þú hlýtur að hafa séð eitthvað undan þessum hrúti, Eyjólfur? Nei, ég var bara í dölunum í haust, þannig að ég var dölum og Reykhólasveit, þannig að það var ekki mikið sæði sent á Suðurlandi þangað. En Kappi hörku þarna lambafæðir og gefur góða gerð og það endurspeglast náttúrulega bara í kynbótamatun að það lækkar nánast ekkert milli ára. Og þetta með efstu hrútum í gerðarmati fyrir skrokki eða einleika. Þannig að það þarf engin efast það gerðina í afkvæmum hans. Nú líka bara benda á það að bændur sjá hann núna í öðru ljósi í hrútaskráni þar sem þeir hafa heila mynd á honum. Fyrra var bara hausinn á honum sýndur. En þetta þarna, ég held að þetta séu merkt bara mjög áhugaverður hrútur. Hann líka, svo kemur þetta fram í ættatrénu, frekar sem sagt móður hans alsystir þarna sama og ég held að þetta séu margt svona áþekkir hrútar að mörgu leyti, sko. Þó að ég held að Kappi séu öflugri gerðarhrútur heldur en samir. Já. Frjósemin í dætrum á kannski eftir að koma betur í ljós. Þær eru undir búsmeðaltal á Þóroddsstöðum en það verður að hafa það í huga að það nú bara gríðarlega hátt búsmeðaltal á frjósemi, þannig það verður svolítið að koma í ljós hvort að dætur hans munu hækka fyrir þann eiginleika þegar að framlíða stundir. Einmitt. Akkurat. Varðandi lömbinundur, þá sá ég nú svolítið af þeim og það voru alveg toppar í því og hérna það efast ekki hann sem gerðarhrút. Það kemur alltaf óvart að kynbótamatið fyrir frjósemi mjólkurlægni skuli þó ekki vera hærra með hvað hann sterk ættaður og móðir hans alveg yfirburðar kind á Þóroddsstöðum. Hefur gefið bæði öflugar ær og fleiri hrúta heldur en Kappa
og ég held að hún standi með 119 stig til dæmis í kynbótamati fyrir mjólk. En trúlega er það að þessar fáu dætur sem að komu fyrst fram voru breytilegar og hafa dregið matinn niður, sem að ég myndi ætla að væri mjög mikið óöryggi á þeim upplýsingum og mikla líkur á því að það er eftir að breytast talsvert. Ég held að það er eftir að breytast umtalsvert, því að þetta er ekki nema 10 dætur sem að liggja að baki við þessar upplýsingar og ég segi allavega það þurfa 50 dætur til þess að öryggið á þessum upplýsingum bara segja svona sína sögu. Þannig að það kemur ljós strax næsta vor með dæturnar hvar frjósemin stendur. Þegar að bera gemlingar allt land. Og mjólkurlæknismatið, það byggir á, þetta eru held ég innan við 7 dætur eða kannski 6. Þannig að það er ekki mikil gögn á baku það. En það eru móðir hans reynst vel sem afurðaðir og dætur Guma reyndust vel og dætur höfðingi hafa líka reynst vel, þannig að það er allt í ættartrénu sem mælir með þessum hrút. Vilt þú bæta einhverju þetta, Lárus? Nei, það er að komið fram sem svona, já, og gott að þið nefnduð einmitt móðurina því að hún er, já, og allt sem, já, stendur gott að þessum hrút, þannig að ég held að, já, það væri svona gegn lögmálunum að hann, ef hann batnar ekki í fyrir dæturnar. Já, við erum þrælbjartsýnir á að kappi verði magnaður á allan hátt. Já, og ekki svona endingu bara benda á það að hann er virkilega vel móruður með fallegan móruðan lit. Og það er ekki síður ástæða fyrir að hann var valinn á stöð að hann er hvað er liturinn. Akkurat. Þá látum við þetta gott heita kappa. Já, næsti hrútur sem við kynnum hér til sögunar er kapall frá Hvoli í Aðaldal. Og þetta er nýr hrútur á stöð, var valinn í gegnum afkvæmarannsókn sem fór fram á Skarðaborg núna í haust. Þar var stór og glæsileg afkvæmarannsókn á vegum sæðingastöðanna þar sem að 4 aðkomur hrútar höttu kappi og kapall var má segja sigurvegarinn í þessari afkvæmarannsókn og valinn á stöð framhaldinu. Nú, kapall kemur frá Hvoli sem er í Aðaldal og það er stundum mjög öflug fjárrækt og þar hafa komið fram spennandi hrútar á síðustu árum en það er í raun fyrst núna sem að þetta hólf er opnast þannig að nú höfum við möguleika til að sækja kynbótagripi á þessar slóðir. Þetta er fallegur hrútur. Hann er ekki háfættur en hann er engar síður vel langvaxinn, holdfylltur og hann er nú orðinn 5 metra gamall, heldur sér mjög vel. Þannig að þegar maður skoðar hann, þá var maður ekki hissa á því að hann skili góðri gerð í það minnsta. En ég vil koma því á framfæri að eins og kunnugir hafa kannski rekið augun í, þá er villa þarna í ættartrénu hans og þetta er þessi villa fór í skrána þannig að hún er nú látin fljóta hér með en til leiðréttingar. Hún kom rétt á glæruna þegar maður fylgir hérna með upptökunni. Hún er komið rétt á þessa glæru, já. En prentað eintækjun er villa. Í skránni hefur slæðist hluti af ætt Stapa frá Kirkjubæjarklaustri þannig en það er nú svona það er alltaf einhver smá eis. Það er alltaf einhver smá atrið sem yfirsjást við prófarkalestur á skránni. Já. En hvað segir þið drengir kapal? Hvernig líst ykkur á þennan hrút?
Þetta glæsilegur einstaklingur og bara mjög fallegur hrútur af 5 metra gamla hrúta að vera. Hefur haldið sér mjög vel og tölurnar tala sínu máli. Þetta öflugur þarna lambafæður, gefur mjög góða gerð. Það kemur náttúrulega frá frekar litlu þarna búið, þannig að það er kannski ekki til margar dætur undan honum, en hann átti þó aðeins stærri hóp núna í vor sem kom til uppgjörs og þær sýndu mjög góða frjósemi í vor og kynbótamati fyrir frjósemi hækkaði og þessar dætur hafðu 5 afurðastiga jafnaði núna í haust, þannig að þetta líklega bara svona jafn og góður hrútur og verður sérlega, ég ætla að spá því að hann verði flokkaður sem alhliða hrútur eftir nokkur ár. Já, ég vona að það verði, en hann allavega alveg hörku lambafæðir, það alveg morgunljóst. Þetta fullorðinn hrútur sem búinn að nota þetta mikið og þetta hár í kynbótamati og búinn að standast þetta próf að keppa þarna við svona þræl sterka hrúta í slíkum samanburði og til að nefna svona hvar hann stóð í því þá var gerðareinkunn sem að byggir á tvílembingshrútum í afkvæmsrannsókninni, þá var hann með 12,3 í gerð og við 17,9 kíló faltunga, þannig að hann var rúmum 1 heilum yfir í gerð í rannsókninni og 400 grömmum yfir í fallunga. Þannig að það var glimrandi útkoma á því. Svo má bæta því við að hann er arfblendinn fyrir gráum lit, þannig að sé þarna svört kind sæt með honum eru líkur til þess að fá grátt afkvæmi. En hann gefur ekki hvorki mórauðan lit eða tvílit. Kannski bæta hans við þarna í sambandi við, hann lofa honum mjög góða með frjósemi tætra og ágættu samkvæmt svona blöppinu fyrir mjólkurlagni, en ef dætur hans erfa kosti móður hans sem er með 5,6 afurðastiga jafnaði eftir 9 ára, þá þurfum við ekki að hafa neinar áhyggjur af því að dæturnar verði ekki öflugar einnig. Þannig að það stefnir öllum líkindum í öflugan alhliða kynbótahrút. Já, spennandi hrútur þarna og við segjum þetta gott um kapal og þá höldum við enn norðar eða norður í Öxarfjörð, en hér er það Amor frá Snartarstöðum sem er komin á skjáinn. Hann er nú vel þekktur meðal sauðfjárræktenda, þar sem að þetta er nú 3. árið sem að hann er kynntur til sögunar og er mikið notaður. Þannig að það nú ekki að kynna mikið hans forsögu, en hann hefur staðið fyrir sínu sem lambafæðir, er það ekki, drengir? Jú, þetta er náttúrulega bara einn alöflugasti lambafæðirinn sem hefur verið á stöðunum núna síðustu 2 ár og svo kemur þarna fram í skránni, þá er það bara afkvæmi ramma frá hesti sem að hafa þykkari bakvöða heldur en afkvæmahópurinn undan Amor og það er mikið af virkilega flottum lömbum sem að maður hefur séð undan Amor. Og svo svona til þess að benda á að þá er þarna, mátti náttúrulega víða í haust sjá vetur gamla syna sem voru tilkomnir við stæðingu sem skörðu fram úr sem lambafeður á sínum heimabóðum og það er alltaf styrkleikamerki þegar synir hrútanna reynast vel sem lambafeður. Styrkir það maður eigi að nota hrútin. Þetta er allavega öflugur hrútur með til skrokkjaði eiginleika. Og má náttúrulega líka bara benda á, hann er faðir Vallar sem er á Suðurlandsstöðinni sem er líka öflugur lambafæðir. Jú. Þetta er alveg fremstu, sérstaklega Amor, hann var nú í fyrra sá hrútur sem að
var nú með hvað hæðist gerðarmat á þeim afkvæmum sem að enduðu í sláturhúsi. Já, það er raun og veru bara Viðar frá Bergstöðum og Börkur frá Kjalvarastöðum sem að skjóta Amori ref fyrir rafs í þeim efnum núna í haust og Akkurat. Þessir rútar Amor, Viðar, Börkur og Rammi af þessum eldri rútum eru líklega öflugustu svona gerðar lambafeðurnir sem eru á stöðunum í vetur. Já, það var hvað 22% sláturlamba farið í og já, samtal 74% cirka í og þannig að það er öflugt. Já, hann er ótvíræður lambafæður en það sem er kannski meiri svona spennandi að vita er hvernig hann þróast sem arffaðir því að nú á hann orðið nokkuð stóran hóp dætra. Hann á orðið stóran hóp dætra og náttúrulega kynbótamatið fyrir frjósemi það lækkaði um 1 stig í vor og það er þarna svona bara meðaltal með frjósemi svona af gögnum að dæma. Hins vegar eins og kynbótamatið gefur til kynna þá er blöttmatið 99 stig. Í veitkjörinu núna eru komnar inn 141 dóttir, það var það núna í dag og það eru með 4,7 afurðastig. Maður er nú svona vísbendingu það, hann muni kannski lækka eitthvað lítilega, kannski niður í 97-98 stig. Þannig að það eru kannski breytilegar dætur hans en þess þá heldur kannski bara þurfa menn að velja undir Amor afurðasamar ær sem hafa skilað vænum lömbum og það getur verið góð blanda. Menn eiga ekkert að vera hræddir við að nota því að skulum bara benda á sonans völl sem að verið andstæður hvað var það mjólkurlegni dætra þannig að hann getur allavega gefið hrúta sem að erfa góð gen frá sér. Já, þetta er allavega klárlega yfirburðarhrútur sem gerðarhrútur. Hvað segirðu, Lárus? Aðeins má viðbót hérna og í bara leiðrétting frá fyrri texta í sambandi við litaerðir. Það er fallið út þarna að hann gefið hreingvít eins og svo sem er nú orðið þekkt. Það stendur hérna Amor hreingvítur en ætti að standa hérna til viðbótar gefið hreingvít. Í skránni sjálfri. Já, hann er árhreitt hvítur, sko. Hann er ekki hreingvítur sjálfur, en hann gefur hreingvít. Nei, já, árhreitt hvítur en ekki hreingvítur sjálfur, já. Einmitt, það er gott að halda því til haga. En við kveðjum Amor og höldum áfram. Þá er það borgfiskur rútur en í rauninni af skyldum meiði. Það er hann Börkur frá Kjalvarastöðum og hann kom á stöð í fyrra, þannig að þetta er annar veturinn hans sem er að hefjast núna. En hann er einmitt út af birki frá Bjarnastöðum eins og Amor og fleiri af þessum topp gerðarhrútum sem hafa verið á stöðunum síðustu ár. Þetta er greinilega mjög öflug lína þarna hvað þetta varðar. Nú Börkur er komin heim í Borgarfjörðinn en hann var nú orðinn býsna frægur þar held ég áður en hann fór á stöð því að það var búið að nota hennar hrút þó nokkuð utan Kjalvarastaðabúsins og reyndist alveg einstaklega kynfastur og öflugur gerðarhrútur. Og svo fór hann, var fenginn í afkvæmarannsóknar hesti og mjög einmitt gaman að því að fá svona öflugan hrút sem viðmið í afkvæmarannsókn. Og hann stóð sér náttúrulega alveg með príði þar, brilleraði í afkvæmarannsókninni og kemur svo inn á stöð eftir það. Þannig að við vorum í rauninni að skoða fyrstu afkvæmi núna út úr hræðingum í haust. Og er ekki óhætt að segja það drengir að það hafi komið bara mjög vel út, þessi hópur. Hann stóð held ég fyrir öllu því sem að þarna til hans var ætlast. Þetta var bara öflugur hrútur og þess að
Ég sá svo sem sjálfur ekki margt undan honum sjálfur en ég hef heyrt marga tala um það að þetta hafa bara verið yfirburðaafkvæmi sem þeir áttu undan Bergi núna í haust og hann bara skilar mjög góðum lömbum. Hann hins vegar kannski ekki að gefa þyngstu lömbin og fæti. Það svona það sem við sjáum helst á tölunum en það mikið í þessum lömbum og þau verið að skerast vel í sláturhúsi. Og hann lækkar ekki mikið kynbótamati fyrir gerð og með 132 stig fyrra en með 131 stig núna og það alveg skýrt merkið það hvaða yfirburðan hefur í gerð afkvæma. Og eins til viðbótar, sko, hann að flokka vel, sko, já, lömbu flokkast vel þó þau séu ekki þung. Þannig að það svona endurspeglar líka þetta þessa sterku gerð sem hann erfir frá sér. Hann var með 26% sláturlambana, fór í holdvillingaflokk E og 77% í E og U, þannig að samtals. Já, það má í raun segja kannski að lömbin undan þurfa enga óskapar þyngd til þess að fara að sýna gerð. Þau eru Nei, þetta akkúrat hrúturinn sem að hentar sennilega bara á öllum búum til þess að sýna góða gerð. Akkúrat. Já, það alveg ljóst að þetta er mjög öflugur lambafæðir og alveg í fremstu röð hvað það varðar. En hvað segið þið með dætur? Það hefur nú kannski einhverjir hafa kannski verið smeykir við að prófa þennan hrút síðasta vetur út af kynbótamati fyrir frjósem og mjólk. Það vissulega lágt og byggir náttúrulega svolítið á móðurföður hans saumið frá ytri skógum en svona að fer stækkandi dætrahópurinn undan honum og þarna upplýsingarnir voru sýndu að kannski frjósemin var aðeins undir meðallagi en svona fyrstu vísbendingar benda til þess að þetta séu ágætar afurðar eða séu ágætlega mjólkurlegna kindur. Þannig að ég held að þetta sé hrútur sem að menn eigi ekkert að óttast hvað var það dætraeiginleikana en hann kannski verður engin yfirburðarhrútur í það. Já, það á náttúrulega eftir að skýrast betur en þessir höfðingjar sem standa á bak við hann og hjálpa honum kannski ekki upp á að skrúa upp væntingarnar en svo spurning hver raunveruleikin verður þegar við förum að fá stóra dóminn sem eru dæturnar sem að verða til í gegnum sæðingar. En allavega dæturnar heima á Kjalvarstöðum virðast nú fara alveg prýðilega af stað og sérstaklega fyrir frjósemi. Já, það látið vel á hrútnum á þessum bæjum það sem hann hefur verið notaður í uppsveitum Borgarfjarðar. Þannig ég held að þetta sé hrútur sem óhætt að nota. Bara umtalsvert. Já, umtalsvert. Þetta allavega gerðarhrútur alveg í fremstu röð og áfram gakk. Nú þá erum við nú komin má segja í dalina en hér er hrútur á skjánum sem heitir Dalur frá Ásgarði og þessi hrútur sem sagt fæddur í Ásgarði. Þú leiðir eftir með Eyjólfur ef fyrir mér átt mál. Og síðastir vissi þá var hann fæddur þar sko. Og hann seldur sem lambið að bæ í Tvö í Hrútafirði og þar er hann notaður og fær sína reynslu sem hann síðan valinn út frá. En það sem við vorum kannski að horfa á með þennan hrút var það að hann hefur bæði reynst mjög vel sem lambafaðir þarna heima bæ. Hann með mjög spennandi kynbótamat fyrir mjólkurlagni og svo hann með þessa lítið næmu arfgerð með tilliti til riðumótstöðu. Þannig að, og þar að ekki þá nú bara mjög
þarft og eðlilegt að vera með svolítið breytileika í hrútakostinum gagnvart fitunni því að það bara mismunandi hrútar sem að henda í mismunandi hjarðir hvað þann eiginleika varðar. En því að það nú eiginleiki sem að við svona erum að reyna að feta meðalhófið. Þannig að okkur fannst þessi hrútur hafa margt til brunns að bera og já, ég spyr nú bara hvernig þetta þér í huga að vera að selja þennan hrút frá þér? Hvernig datt mér í huga að selja hrútinn frá mér? Það var einfalt svar við því, ég átti hálfbróður hans. Svona var hann ekki ofarlega í hrútastíginu þetta haustið í valinu. En já, þessi hrútur getur þú sagt okkur eitthvað hans ættir og hérna hvað að hann stendur? Já, hann þarna er út af laufa frá Bergstöðum en móðir hans undan hrút frá Magnús Skóm sem hét Spaði og Spaði þessi var nú mjög álitlegur kynbótahrútur en hafði áhættu og vendandi arfgerð gagnvart reiðusmiti og kom því ekki til greina í afkvæmarannsókn á sínum tíma sem var út á Klymir og Geirmundarstöðum og svo er í móðurættina þarna lengra aftur eru svona þessar helstu ær sem hafa mjólkað vel hér á bæ. Nú er þetta að fara að hljóma svona eins og ég sé bara að tala mína eigin fjárrækt og hún sé svo besta sko. Það langt frá þannig. Já, það stendur gott af honum og ég get allavega sagt að móðir hans og það er mikið til af kindum út af þessari kind sem að þessi hrútur eru undan og þetta eru góðar ær. Já. Það staðfestist nú bara með afurðastiginu sem móðir hans hefur fengið upp á 9,7. Það er alveg ótrúlega magnað. En við skulum ekki gleyma því sko, það var kannski hrútnum til lífs að ég seldi hann sko, þið skulum ekki gleyma því að ég er maðurinn sem að lærði út í Noregi og sagði mann að skjóta hrútana veturgamla sko, því þetta er bara að nota lambrúta þannig líklega væri hann nú fallinn ef hann hefði verið notaður í Ásgarði. Já, það var ágætt. Hann er sem betur fyrir á lífið þessi hrútur. Já, ágætt að hann lifir. Nei, þetta er hrútur sem ég mæla alveg með og get allavega sjálfur sagt að ég ætla að reyna að nota hann í vetur. Það ekki meðmæli að ræktandinn vilji nota grip sem kemur úr eigin ræktun. Já. Já, það er allavega mjög flottar tölur sem fylgja þessu hrút og lítur út fyrir að vera bara mjög spennandi alhliða kynbótarhrútur sem að geti nú virkað ansi víða og svo er náttúrulega stór bónus þessi lítilnæma arfgerð. En hann er kannski síst spennandi hvað ullina varðar að hvað hann er svona aðeins. Hann er sterkur, hann bætir ekki ullargeði. Nei, en annað er frekar jákvætt. En við skulum láta þetta duga hann Dal og þá er hér næsti hrútur og það mun vera hann Sokkur frá Rauðholti sem er hér næstur á dagskrá og hann er sem sagt frá Rauðholti í Hjaltastaðaþinghá og það er nú ekki veit ég allavega til þess að hafi komið áður þaðan hrútur á stöð og allavega núna í seinni tíð er hólfið bara nýju opnað þannig að það var nú bara í fyrra sem við tókum þar í fyrsta skipti hrúta eftir að það gerðist. En í Rauðholti er stunduð mjög góð fjárrækt og myndarbú þar rekið og hafa verið gerðar þar upp afkvæmarannsóknir á heimahrútum hverju ári og það sem var verið að horfa til við val á þessum grip var að hann hefur mjög jákvæða spá fyrir flesta þætti og ekki hvað síst fyrir mjólkurlægnina og svo er hann hreinnhvítur. Þó hann heitir Sokkur þá var nú erfitt að sjá á honum sokkinn. Hann er undan flækju sko, þetta er svona einhvert þema þarna í nafngiftum.
Já, mér sýnist að allir heimarútar í Rauðholti fæddir 2017, þeir bera nöfn sem tengjast fatnaði, þannig að það hefur greinilega verið eitthvað þema sem því. En hvað segið þið, hvernig líst ykkur, hvernig leggst hann í ykkur, hann Sokkur? Þetta bara mjög spennandi hrútur. Hefur stendur bara vel fyrir alla tölur. Hann er búin að reynast vel sem lambafæðir öll þessi ár sem hann hefur notað í Rauðholti. Hefur gríðarlega háa kynbótaspá fyrir mjólkurlegni og sameinar í raun og veru svona flesta þessa kosti sem við erum að leita að í einum og sama greipnum. Já, þetta allavega, já, hann er staðið sig alveg hríðilega á þessu búi og og ef að spáin ræddist varðandi mjólkurlægni þá er mikið í hann að sækja. Hann er sjálfur sér kannski ekki orðinn mikið reyndur sem slíkur en fer ágætlega af stað varðandi afurðasemi dætranna. Já, móðirin mjög öflug. Móðurinn öflug og fyrstu tölur lofa góðu, þannig að við verðum bara að sjá hvað reynslan þarna, hvernig hún dæmir hann. Já, viltu bæta einhverju við þetta, Lárus? Nei, þetta komið fram sem, já. Þannig að þetta allavega, og fyrir alla þá sem að vilja passa upp á ullargæðin og hvíta litin, þá er náttúrulega ekki spurning að gefa þessum hrút séns. Nú, þá er kominn gamall kunningi á skjáinn, það er hann Rammi frá Hesti. Og hann er að koma hér sinn 3. vetur á stöð eða í rútaskrá. Hann kom sem sagt 2019 inn á stöð, þá voru þeir valdir úr afkvæmarannsókn hann og Kofi frá Hesti, en Kofi var nú ansi skamlífur, en Rammi hefur verið farsæll stöðarhrútur og orðinn talsvert reyndur og svona hefur haft ákveðna sérstöðum að segja fyrir ákveðna eiginleika. Og er ekki sammála því? Jú, Hann hefur náttúrulega skarað fram úr í bakvöðaþykkt og það er engin rútur sem hefur gefið þykkari bakvöða í ákvæma hóp heldur en Rammi. Og þetta er bara öflugur lambafæðir í alla staði. Já, það er svolítið glæsileg niðurstaða hjá honum að bæði árin sín skuli hann eiga þann svona hóp eða rútahóp sem er með þykkasta bakvöðan af þessum gæðingum sem á stöðunum eru, þannig að það er nú ansi vel. Það er ekki staðið. En hvað segið þið útlit með dætur? Það er bara mjög gott og það er mikla líkur held ég til þess að kynbótamatur í mjólkurlegni hækki þegar það verður reiknað vist. Þeir eru allavega að skila góðri niðurstöðu þessar dætur sem komnar eru til uppgjörs núna í haust. Og þær hafa sýnt ágæta frjósemi, þannig þetta er svona öruggur kynbótarhrútur fyrir flesta eiginleika og sterkur í sterkur fyrir marga eiginleika. Þannig að þetta er hrútur líka sem ég held að henti á nánast öllum búum. Nú þess að ákvæmin sína bestu kosti. Já, það er vonandi að mjólkurlegnin styrkist eða eflist sá þáttur, en það er allavega það lækkaði sko milli ára matið aðeins í fyrra, en það byggði náttúrulega eingöngu á dætrunum og hesti, eins og kemur þarna fram í skránni sem að höfðu 4,9 afurðastig, en hann stendur núna í 5,3 fyrir nærri 80 dætur, þannig að
Já, Mér það finnst nú líklegt að hann endurheimti sín 107 stig sem hann hafði í fyrra og færi kannski mögulega herra. akkurat, Já. það allavega mjög ánægilegt að sjá hvernig þessar dætur fara á stað sem að verið að gera upp núna í þeim skýrslum sem að detta inn. Svo má náttúrulega bara bæta við það eru til undan honum veturgamlir hrútar sem að eru að skara fram úr sem lambafeður og þeim búum sem að þeir eru á. Það svona sýnir kynfestuna í honum. Aðeins að bæta við hérna, hann gefur mórut, minn á það líka. Vonandi til einhverju fallegir móruðir hrútar undan honum út landið sem væri kannski hægt að horfa til í fremtíðinni. Það þarf að horfa til þeirra. Já, þeir eru, það rétt eins og Eyjólfur benti á hér við kynningu einu hrúta, þeir eru að verða fágætir hrútarnir sem gefa eingöngu hvítt eða eru arfhreinir. Þeir eru mjög margir af þessum hvítu hrútum núna leyfa liti og að meta þeim. En við mælum hiklaust áfram með notkun ramma og erum bjartsýnir á að hann eigi eftir að standa sig einnig vel sem ærfaðir allavega hvað mjólkurlækni varðar. Þá ætlum við að segja ykkur frá honum Snar frá Leifsstöðum. En Snar að hefja hér sinn annan vetur á stöð og þetta er fanta flottur og velgerður hrútur. Hann vakti athygli okkar strax veturgamall, þá má segja hann hafi alveg toppað heima á Leifsstöðum, sýndi þar útslag í gerð og flokkun sláturlamba og í framhaldinu þá var hann fenginn í ákvæmarannsókn sem var haldin á Ytra Álandi fyrir hrúta í norðausturhólfi og hann stóð sig alveg með glæsibrag þar og var sannarlega sigurvegari í þeirri ákvæmarannsókn. Og valinn sérst á stöð í framhaldi af því. Og ég var nú að segja það, ég átti nú von á því að þessi hrútur fengi talsvert mikið meiri notkun síðasta vetur miðað við hvað þetta öruggur lambafaðir eða hvað voru svona öflugar upplýsingar sem að lágu þarna baki og líka að þetta hreingvítur hrútur, ullar góður og hann svona hentar líka kannski á bæjum þar sem að menn þurfa ekki að óttast fitu eða að hún sé orðin of mikil, allavega hann með aðeins svona neikvætt kynbótamat varðandi fitu. En hvað segið þið, drengir, hann Snar? Hvernig sýnist ykkur hann standa sem kynbótarhrútur? Þetta öflugur lambafæðir. Ég verð svo viðurkenna, ég hef ekki séð lambundan honum, hann var náttúrulega fyrir sunnanir fyrra og hann nýr, þetta nýr hrútur fyrir dalamenn að nota og vestlendinga, en ég held að þurfi enginn óttast að nota þennan hrút. Hann alltaf stendur aðeins undir í kynbótamati fyrir dætraupplýsingar og frjósemin lækkaði eitthvað, en ég held að stærri hópur all land þurfum við bara að sýna hvar hann stendur í þeim efnum. Ég allavega veit það að hann ennþá hátt skrifaðar hjá fyrrum eigandans á Leifsstöðum, Stefáni Leifi, þannig það eru meðmæli með hrútnum. Já. Já, ég búin að sjá þó nokkuð lömbum þessu hrút og hann allavega mjög hátt skrifaðar hjá mér sem lambafaðir, alveg magnaður sem slíkur. Varðandi frjósemina þá vona ég nú að það nú kúrsinn eftir að réttast þegar framleiða stundir en
kynbótamatið byggir þó nokkuð á stóru leyti á veturgörnum ám eða gemlingum sem voru að bera í fyrsta skipti í vor og það var þó nokkuð af þeim geldir og það svona alltaf spurning hvað veldur því þegar gemlingar eru geldir. Þannig ég held við fáum ekki en alvöru reynslu á frjósemina fyrir á næsta ári og vonandi styrkir það stöðu hans. Í varðandi mjólkurlægni þá hann alltaf bara óráðinn þar og ætternismatið bara ekki hátt á honum. Nei, þetta bara frekari reynsla verður bara varpa ljós á hvar hann stendur. Hann allavega öflugur hrútur og öflugur lambafæðir og eins og við höfum nú rætt hérna áður, sko, ef einhverjir vilja alls ekki mislitt þá þetta akkúrat hrúturinn því hann gefur bara hvitt og hryggvitur. Já, og ullin góð, það fínt og að vísu stutt en þelið þykkt. Mitt. Hann örugglega með sterkari hrútum líka hvað þannig eiginleika varðar, ullar gæðin. Já. Segjum þetta gott hann Snar. Þá kynnum við hrút sem heitir Galli frá hesti. Það menn náttúrulega ráða því, hvort kalla hann Galla eða Galla. Hann er annar af þessum tveim nýju hrútum sem voru valdir inn frá hesti núna í haust og þetta mjög svona og þessi tveir hrútar voru svolítið kannski ólíka týpur. Þessi er ákaflega svona þéttvaxin kind, kattláfættur og svona ákaflega gerðarlegur hrútur og minnir kannski margt á faðir sinn mínus. En þessi hrútur stóð sig með mikilli prýði þarna á hesti í haust. Hvað segið þið drengi? Hvernig líst ykkur á nafnið á þessum hrút? Það býður upp á mikinn fjölbreytileika. Ég kalla hann Galla, sko, þá verður hægt að skýra hrútan Áttrik og Steinrik og þetta persónum í Gaulverjabæ. En menn fara í nafn á þeim, sko. Akkurat. Sem í rauninni þarna í ættartrénu, sko. Það Mína og hann var skýrði Mínus, sem sagt, pappans út af Mínu og þessi Galli að því að Mínus náttúrulega mínus, ekki plús, þannig en Galli náttúrulega fínt að kalla það. En ég ætlaði svo að segja, mér líst bara mjög vel á þennan hrút og ég held að þetta sé þarna, þetta svona með athyglisverðari týpum sem hafa kannski komið frá hesti núna í seinni tíð. Og hann þrælöflugur lambafæðir og hefur síðan gott ætternismat. Þannig þetta spennandi hrútur. Já, ég sammála því, hann nú virkar svolítið sem ólík týpa meðan við marga hestrúta og það nú kannski kynbótamatið segir nú sitt í þeim málum að hestrútarnir hafa nú kannski ekki verið frægir fyrir að vera með fitusúluna svona langt niður. En hann allavega að gefa feitt í samanburði við hrútana þar og lömbin sem stundan honum þola minni þungaður en fara að fitna heldur en lömbin á hesti, en það verður svona spurning hvernig það muni svo líta út í dreifðri notkun. Fyrirfram myndi ég halda að þessi einhvern veginn eftir að hækka á næsta ári. En það eru bara góðin ljóskorti hér rétt eða rangt fyrir mér. Já, ég held að það sé nú mjög líklegt að hann að keppa við kannski marga hrútar sem eru sterkir varðandi fituna, þannig að það verður breytt staða þegar hann fyrir í almennan notkun, en þetta hörku gerðarhrútur og varsarhrútur í ákvæmana sem hann var að skila bestri gerð í sláturhúsi.
Já, bara benda á þessa yfirburði sko í tvílyndisrútunum að skerðin á ákvæmum galla var 11,5 meðan meðaltalið í rannsókninni var 9,8 sko, þannig að hann er þarna næstu 2 heilum yfir í gerð. Einmitt, og kynbótamatið hátt eftir því. Kynbótamatið hátt eftir því og þarna hann hefur bara gott ætternismat með sér fyrir dagdræginleika, þannig að þetta er hörkuhrútur. Hefur alla burði til þess að vera bara góður og öflugur hrútur þegar fram í sækir. Dætur mínus hafa svona heldur styrt sig og það tjóna mínus skildi bara vera 1 ár inn á stöð. Það var öflugur hrútur faðir hans. Já. Sammála á því. Ljómandi gott, þetta er mikill holdahnaus, hann galli frá hesti, eða galli. Og þá er hér næstur á blaði hrútur sem að heitir Kúrdó. Kúrdó frá Sveinungsvík í Þistilfirði. Þessi hrútur er nú ekki gamall árum. Hann tók þátt í ákvæmarannsókn sem var á Sveinungsvík í síðasta vetur og var einn af lambhrútunum sem var valinn til þáttöku. En þetta var velgert lamb og svo skemmti nú ekki fyrir að hann er skemmtilegur á litinn líka. Og hann stóð sig bara ákaflega vel í þessari ákvæmarannsókn og var valinn inn á stöð á grunni góðrar útkomu úr því. Faðir þessa hrúts, hann ber nú svona svolítið sérstakt nafn eins og þessi, Kebab, heitir sá. Árni Sveinungsvík fekk hann frá Klifsaga og reyndist hann alveg frábærlega í Sveinungsvík og var öflugasti lambafæðirinn þar í fyrra og keppti í þessari afkvæmarannsókn núna í vetur á móti sonum sínum, en þeir skuttu hann nú aftur fyrir sig núna og þannig að Kúrdó er fulltrúi fjölskyldunar inn á sæðingarstöð. En hvað segið þið drengir? Hvernig leggst hann Kúrdó í ykkur? Þetta er áhugaverður hrútur. Þannig eins og þegar við vorum að ákveða hvaða hrúta ætti að velja inn á stöðum daginn er hrúturinn með lítið næma arfgerð og hann er fantagóður lambafæðir og hann hefur margt með sér og margt bara mjög athyglisverður hrútur. Skilar þessari góðu niðurstöðu í afkvæmarannsókninni og svo er hann móbotnóttur, þannig að það er margt áhugavert við hrútinn. Aðeins ef ég mætti segja aðeins myndina. Hann myndaðist nú ekki nógu vel. Það sem var nýbúið að klippa honum kraga á framparti eftir svokallað ljónaklippingu síðasta vetur, eins og svo sem sjá má á myndinni, og svo snýr hann rassinum upp í vindinn sem er nú alltaf leiðinlegra svona í myndatöku, þannig að ég býst nú við að það verði reynt að ná betri mynd næsta haust þegar hann verður þá í alullu, 2 vetra gamall. Já, þeir eru misheppnir með myndir. Það eru ekki allir, það myndast ekki allir vel, en það fer nú ekki alltaf saman. Nei. Hvernig það gengur og svo hvernig þeir reynast. Akkurat. En þetta er hrútur sem hefur margt til brjósts að bera og einmitt undirstrika það að það var vissulega horft þess líka að hann er með lítið næma arfgerð gagnvart riðu, þannig að
það ætti að styrkja notkun á þessum hrút. Og þá það síðasti hindirhrúturinn sem að á listanum í Borgarnesi og það líka veturgamall hrútur. Þessi heitir Steðji og frá Ytri-Skógum. Það komu sem sagt 2 hrútar inn á sæðingastöð núna í haust frá Skógum, Steðji og Grettir. Og Steðji sem sagt sonur Stapa frá Kirkjubæjarklaustri og þessi hrútur stóð sig ljómandi vel í afkvæmarannsókninni, reiknast hæstur að stigum en þó að Grettir hafi kannski verið ennþá sterkar í gerðinni. Nú varðandi gripinn sjálfan þá þetta svona, hann nú kannski ekki alveg dæmigerður skógarhrútur í svona byggingarlega, hann svona aðeins stærri og lengri en þetta hrútur sem að virðist gefa góða þyngd og mikinn þroska, sýndi það í þessari afkvæmarannsókn. Eða hvað myndið þið segja að væru hans höfðkostir? Þetta bara eins og þú nefnir að hann kom vel út í afkvæmarannsókninni og hann raun og veru bara verður ártæki föðursins Stapa. Stapi náttúrulega ennþá stöð, var hérna fyrir vestan í fyrra og fyrir sunnan núna og þetta fyrsti sonur hans sem kemur inn á stöð. Fallegur hrútur, mjög svona, það ekki bara myndin sé falleg, hann líka fallegur að horfa á hann sem einstakling. Rödd. Já, þetta myndar skepna og hérna, eins og ég segi þá hef ég verið vonir að hann mun reynast góður lambafaðir og hrútur sem ætti að gefa svona góðan þroska og þyngd og svo stendur nú gott að honum í móðurættina, þannig að það lítur nú vel út með maðra eiginleikana þarna. Má kannski benda á það sko að biskup hérna móðurfaðir hans, hann svo einn af þessum útvöldu hrútum í Ytri-Skógum sem notaðar þar lengur en einn vetur og hefur reynst mjög vel þar. Og sá hrútur kom mjög vel út í afkvæmarannsókninni á sínum tíma sem var í Ytri-Skógum. En þá komu þeir Bjartur og Tinni inn á stöð. Biskup var í raun og kannski þriðji hrútur í því vali. Já, það stendur sterkt að þessum hrút, það ekki spurning. Þá segjum við skilið við hindurhrútana og skinnum til leiks kollana. Þar fer fremstur í flokki Klettur frá Árbæ sem að var fenginn frá Reykhólum, Tómas í Reykhólum síðasta haust og að hefja sinn annan vetur núna á stöð. Val hans byggði á því að það svona allar tölur og mat sem að lá þá fyrir gáfu til kynna að þetta væri mjög álitlegur alhliða kynbótarhrútur og sérstaklega hvað varðar maðra eiginleikana. En hann var nú kannski ekkert gríðarlega notaður í haust en þó komuð þarna eitthvað yfir 30 synir hans og þeir voru nú bara ótrúlega magnaðir margir, þannig að það var nú ekki, hann nú kannski, já, jafnvel sterkari lambafaðir heldur en allavega ég reiknaði með, en vonbrigðin kannski hvernig frjálsemismatið hefur þróast á milli ára. Haldið að þetta sé einhver útskýring á þessu? Já, það útskýring á þessu. Ég held að þetta sé allavega ekki frjálsemismat sem sé komið til með að vera.
Það hefur verið mjög góð frjósemi á búinu hjá Tuma síðustu ár. Hún hreiði fjall núna síðasta vor og eins og kemur bara getið þarna í reynslulýsingu í skránni að þá var bara til þar mikið lakara fóður síðasta vetur heldur en hefur verið mörg þar ár og undan sem kom illa við frjósemi eins og 2 vetra rám sem eru uppistaðan á Dætrum kletts. Þannig ég á nú von á því að þetta mat hækki aftur. En hrúturinn náttúrulega þræl öflugur lambafæðir líkt og tölurnar gefa með sér og mér kæmi nú ekki óvart þó að faðir hans ekki sé nú kannski að verða hvað öflugasti ættfæðirinn í kollóttafénu í landinu. Já, þeir eru að verða allmargir sem að stöðarhrútarnir allavega sem hafa komið fram út af nokka. Já, þeir hafa bara margir hverjir reynst vel og verið öflugir erfðir, sko, þannig að ég hugsa að tölur einu eftir að breytast á hrútnum. Og hann þræl öflugur lambafæðir líkt og tölurnar gefa til kynna. Og þetta hafi nú ekki verið margir hrútar. Já. Ég held að sé alveg óhætt að vera óhræddur við að nota þennan hrút og hann allavega skildi eftir sig eitthvað af mjög álitlegum hrútsefnum núna eftir haustið. En við skulum segja skilið við hann Klett og þá komin á skjáinn hrútur sem er nú einn af þeim frægari af kollótturhrútunum. Það hann Fálki frá Bassastöðum og hann sérst á ákaflega glæsilegan feril að baki þannig að það er nú ekki að kannski eyða mörgum orðum í að kynna þennan hrút og nýbúið að verðlauna hann sem besta lambaföður stöðanna. Já, byggt á upplýsingum haustið 2020. Já, nýbúið að tilkynna verðlaunin, en þetta náttúrulega þrælöflugur lambafæður og búin að sýna það og margir synir hans þrælöflugir líka og kemur nú ekki óvart og væri nú að banka á dýrsæðingarstöðuna einhverju synir hans. Gaman að sjá. Þeir eru allavega víða til, mjög öflugir. Gaman að sjá lambrútaskoðunina, hvað þetta eru samstæðir hópar á milli ára. Í rauninu bara sýnir hvað hrúturinn er kynfastur og öflugur. Sko, vöðvinn og þungi lærastigunin og hann hafi verið notaður á, já, núna í rauninu búið að nota hann allt land, hann er búinn að vera á báðum stöðvum. Þannig að, já. Þetta er þræl öflugur lambafæður og ég held að hann eigi líka eftir að verða öflugur erfæðir og að súlurnar séu nú ennþá lágar fyrir frjósum og mjólkurlegni. En það hækkaði örlítið kynbótamati núna í síðasta útreikning fyrir frjósemi. Það byggir náttúrulega eingöngu bara á þessum veturgamlu dætrum. Og þá þarf að minna á það að frjósemin hjá 2 dætrum, hún vegur hvað þyngst í þessu frjóseminsmatri og þær koma inn á næsta ári. Hann er líka lágur í frjósemi í mjólkurlegni eins og en tölurnar sem eru komnar núna fyrir dætur hans núna í haust, það er held ég að gefi þetta í kynna að sú súla fer upp og fer jafnvel yfir 100. Það er allavega ætti að vera nálægt í. Já, við skulum nú vona það að þróunin verði í þá áttina hjá honum. En þetta er allavega einn öflugasti gerðarhrútur sem hefur komið fram að kollóttafénu og sem sagt nýbúin að fá viðurkenningu sem slíkur heilt yfir þar sem allir hrútarstöðana Hindir og kollóttir eru undir og þeir eru nú ekki margir kollótturhrútarnir sem hafa
skákað þeim hintu í þeim efnum. Þannig að hann hefur nú svona, má segja, skrifað sig á spjöld sögunar þessi hrútur. Segjum þetta gott Fálka. Þá það bikar frá Syðri Reykjum í Miðfirði sem að við kynnum hér. Hrútur sem kom á stöð síðasta haust og að hefja núna sinn annan vetur. Og þetta einn af nokkrum, eða má segja einn af fjölmörgum gríðarlega öflugum EBITDA-sonum og þeir eru allavega 2 á stöðunum eins og og þessi hrútur var sem sagt valinn út frá góðri reynslu á heimabúi. Hann stóð sig mjög vel bæði sem lambafaðir og fór vel á stað sem ærfaðir heima á Syðri Reykjum sem allstórt og öflugt bú. Þannig að það var komin býsna góð reynsla á þar. En hann var nú ekkert, já það nú alveg mátt nota hann hrút meira eða hvað síðasta vetur. Ég held að það hefði skaðalaust mátt gera því að það var bara mikið af mjög athyglisverðum lömbum sem kom til skoðunar undan honum í haust. Bara staðfest að þetta þræl öflugur lambafaðir. Já, þessir 35 lambrútar sem voru stigaðir voru allavega að jafnaði alveg hörku hrútar og eru með hvað hæðst meðaltöl fyrir kollótturhrútana, en það nú svo sem kannski ekki mikið öryggi á þessum meðaltölum, þar sem ekki fleiri gripir á bakvið það, en allavega alveg ljóst að hrúturinn getur gefið alveg topp eintök. Eins og hann var sjálfur náttúrulega. Bara eins og hann var sjálfur. En hvað segið þið með dætra? Það lofar mjög góðu. Fyrstu dætrahópurinn heima á Syðri Reykjum var kannski aðeins rétt undir búsmeðaltali vor, þannig að kynbótabandi lækkaði örlítið fyrir þannig eiginleika, en það mjólka og þetta eru gríðarlega góðar afurðir. Þarna voru síðasta haust 30 dætur með 5,4 afurðastiga jafnaði. Það ekki komið inn uppgjörið núna fyrir þetta ár, en þetta hrútur sem stendur. Hann stendur þarna náttúrulega yfir 110 fyrir alla eiginleika nema kannski frjósemi, þannig að þetta svona bara sterkur alhliða hrútur. Og ég held að megi nota hann miklu meira heldur en að nota síðasta vetur. Já, endilega. Já. Ég held að það sé alveg skaðlaust. Þetta er jafnvígur og öflugur hrútur. Það flest sem bendir til þess. Við segjum þetta gott bikar. Og þá er það nýr hrútur sem við ætlum að segja frá hér. Það hann selur frá Hraunhálsi sem var tekinn sérst inn á stöð í vor, eða var valinn í vor, var tekinn á stöð núna í sumar. Og við fengum þennan hrút sem sagt á Hjarðarfelli, en hann hafði verið seldur þangað sem lamb og hans reynsla byggir á notkun þar. Og það var sérst verið að horfa til þess hvað þessi hrútur hefur staðið sig þar feikilega vel. Rauninni bæði sem lambafaðir og með mjólkulægna. Þetta nú öflugt kyn sem stendur á honum. Þið þekkið það nú betur, Vestlendingar. Kópur, Hraunhálsi. Þetta svona, það var margir öflugir hrútar verið af þessari ættarlínu þarna á Hraunhálsi sem að selur út af, þannig það stendur mjög gott að þessum hrút og móður hann síðan undan stera frá Árbæ. Og náttúrulega bara tölurnar bera það með sér að þetta er öflugur lambafaðir, kannski síst fyrir fitu, en
Það er nú ekki eftirspurn eftir meiri fitu, þannig þetta er áhugaverður kostur held ég fyrir marga að nota þennan hrút. Jú, svo Lárus þekki hennar hrút betur en bæði ég og þú, Eyþór. Já, sko, já, það er hérna, við skoðum nú Kóp einmitt föður hans sem kandidat fyrir stöðvarnar en hann reyndist með áhættuaðgerð gagnvart riðunni og við höfum skoðað fleiri syni Kóps sem kandidata. Ég man eftir einu menn sem var með áhættuaðgerð líka en Selur er laus við það, er með miðlungsnæma aðgerð. En eins og hefur komið fram á þá er hann kannski ekkert sterkur gagnvart fitunni þannig að hann gefur frekar fitt. En við höfum svo sem fengið gagnrýni á það aðeins í sambandi við hrútavalið að það þurfa að fara svona, já, stilla af þetta jafnvægi í sambandi við fituna. Fara ekki sneiðan ekki of mikið af. En ég held nú samt að menn þurfi nú að svona velja svona kannski að mót honum gagnvart þessari fituengun úr blöppinu. Já, ég held að það sé alveg rétt að það er alveg eðlilegt og þörf á því að það sé svona svolítið breytileiki í hrútakostinum og svona menn hafi mismunandi valmöguleika á hrútum hvað varðar fituna eftir því sérstaklega við hvaða fallþunga menn er að framleiða. Menn verður bara að hafa það í huga þegar þeir horfa á þessar súlur að hrútar sem að eru lágir þá, þeir ákvæminn byrja þá að fitna við minni þunga og hrútar sem eru mjög háir að það þýðir alls ekki að þeir sé að gefa létt, heldur þýðir það að lömbin þau geta orðið mjög þung án þess að verða mjög feitt og það er út af því mjög gott að menn horfi svolítið með þessu tilliti til á fitutöluna til þeirra velja sér hrúta. En hvað segið þið með maðra eiginleikana hjá þessum hrút? Hann fer náttúrulega bara ljómandi vel á stað þar og það bara eins og tölurnar gefa með sér að dætur hans hafði 5,4 afurðastig síðasta haust, 5,5 afurðastig jafnaði núna í haust, þannig þetta eru það sem að mjólka vel og skila góðum lömbum. Það hafa verið bara meðaltal með frjósemi, þannig þetta er bara öflugur erfæðir líka þessi hrútur. Já. Bændur í Hraunálsi hafa haft álit á móðurinni strax þegar hún fékk sitt nafn, Auðurlind, sem hún hefur síðan staðið vel undir. Verið endingar góð og farsælær, eins og stendur í skránni. Akkurat, það passar vel. Já, þetta er spennandi nýr hrútur þarna, Selur. Þá er næsti hrútur sem að við munum fjalla er hann Lurkur frá Heydalsá, frá Ragnari og Sigríði. Þeir komuð þarna 3 inn úr afkvæmarannsókn sem var á Heydalsá í fyrra. Lurkur og Fennir og Þristur. Allt alveg gríðarlega magnaðir hrútar. En því miður þetta sá eina af þessum 3 sem að stendur áfram. Hinir eru það ekki langlífir.
þessi hrútur, ég hef nú svona aldrei skilið alveg, það er svona alveg hægt að skilja nafnið á honum, Lurkur, af því að faðirinn heiti Kubbur, en manni dettur alltaf í hug einhver Slápur, en það er hann svo sannarlega ekki, þessi hrútur. Þetta er nú bara mjög gerðarlegur hrútur og tiltölulega lágfættur og mjög sterkur hvað varðar lærhold og var einmitt áberandi bæði í afkvæmarannsókninni og svo kemur það nú eins fram í þessum afkvæmum sem við erum að skoða að það er einn af hans styrkleikum hvað hann skilar öflugum lærholdum. En hver er ykkar sýn á þennan hrút? Þið hafið kannski ekki séð mikið undan honum eða hvað, ég veist? Ég sá ekkert undan honum en hann hefur allavega tölurnar með sér og eins og hann nefndir að í nafni kannski rangnefni sko. Þetta er svona fíngerð og bara holdþétt kind á velli að horfa á hann og skilaði bara góðum lömbum í haust í þessum hóp sem kom til. Svona jafnhliða fólka fyrir ýmsa þætti í afkvæmum sem er nú ákveðið gæðamerki. Já, og gaf mestan fallþunga sem sagt sláturlömbinu undan honum. Gaf mestan fallþunga jafnaði af sem sagt Öllum sæðingarstaðarhrútum. Já, öllum sæðingarstaðarhrútum. 20% fór í Já, þetta var alveg glimrandi útkoma af þessum hrút. Já. En kynbótamat sérstaklega fyrir frjósemi hefur nú aðeins þróast á verri veg en ekki er það nú byggt á hans dætrum nema þá á litlu leyti. Það eru hálfsystur hans sem sýndu ekki góða frjósemi núna í síðasta vor sem að telja þarna svolítið inn. Þannig ég hugsa að maður verður nú bara að sjá hvernig dætur hrútsins reynast. Það er allavega svona eins og við höfum sagt hér við aðra hrúta fyrir þessari kynningu. Þessi súla er mjög kvik þegar upplýsingarnar eru óöruggar á bakvið. Já, einmitt. Kubbur faðir hans er greinilega að bregðast með þennan þátt en það þarf ekki að þýða það að sama sagan verði Lurk að segja. En þetta er bara nánast óskrifað blað. En mjólkurlæknismatið er allavega spáin þar jákvæð. Þannig að ég held að sé ekki hægt að ráða kannski mikið í þetta eins og staðan núna. Nei, ekkert annað en það, menn eiga að vera óhræddir við að nota hrútinn. Þessar tölur eiga ekki að fæla frá notkun hans. Nei. Það er allavega hann er allavega búinn að sanna það mjög vel, bæði að hafa verið gegnum afkvæmarannsóknina og svo útkoman í haust að lambafaðir er hann góður og alveg í fremstu röð. En við segjum þetta gott hann Lurk og þá er nýr hrútur, ný stjarna fyrir stöðarnar. Það er hann Dolly frá Middlesgrove. Já, hann kemur sérst úr þessari öflugu fjárrækt í Middlesgrove og margir hrútar þaðan hafa verið að reynast alveg feikilega vel. Þessi hrútur, hann toppaði eða var allavega með alveg feikilega góðan árangur veturgamall og allar tölur mjög glæsilegar eftir sinn fyrsta vetur í notkun heima í Middlesgrove. Svo var hann fenginn að láni í afkvæmarannsókn sem var á Heydalsá hjá Guðjóni og Nicole og var þar í vetur og er síðan tekinn inn á stöð í framhald af því. En
en útkoman þar var í rauninni alveg glimrandi góð og stóð þessi rútur raun uppi sem sigurvegari í þeirri afkvæma rannsókn, myndi ég segja. En, og já, það má líka bæta því við að þetta er náttúrulega bara ákaflega falleg kind og glæsileg á velli. Ekki sammála því, drengir? Jú. Þetta er bara virkilega fallegu gripur og þar svo sem ekkert að bæta miklu við það sem þú ert búin að segja. Hann var sigurvegari í þessari afkvæmarannsókn og er bara mjög öflugur lambafæðir. Mitt og það var nú, og ekki var nú samt það sögum þessar samanburður væri slagur. Þetta er alveg massíf hjörð hjá þeim á Heydalsá 2 en greinilega er mikið malt í þessum hrút hvað hann stóð sig þarna vel, þannig að maður er mjög bjartsýnn á hann sem kynbóta grip. Það er nú kannski ekki mikið sem við getum sagt um aðra eiginleikana hér, eða hvað? Nei, hann er náttúrulega bara það ungur hrúturinn að hann er óskrifað blað í þeim efnum, en það er allavega hefur þarna faðir hans, að dætur hálfsystur hans verið að koma vel út, dætur Dúlla. Þannig þessi hrútur verður bara svolítið að fá að skrifa sína sögu eða dætur hans þegar á næstu árum. Mitt glæsigripur Dolly frá Middlesgrove. Og þá er það Hamur frá Heydalsá sem að kemur hér næstur. Hann var að keppa við Dolla í þessari afkvæmarannsókn og er einn af þessum 3 hrútum sem voru valdir úr þessari afkvæmarannsókn. Og þetta er sem sagt 2 vetra hrútur sem var búinn að standa sig vel á heimabúi og stóð sig alveg prýðilega í þessari afkvæmarannsókn. Og svo var horft til þess við val á hrútnum að hann ber sem lítilnæmi arfgerð sem er greinilega þó nokkuð útbreidd í stofninum á Heydalsá. Koma þarna 2 nýir hrútar báðir frá Heydalsá núna með þessa arfgerð og það er talsverður styrkur í því. En hvað myndu þið segja? Myndi svona einkenna þennan hrút? Það er svona jafn sterkur hrútur fyrir alla eiginleika. Þannig bara þetta er góður hrútur. Og svo má kannski svona bæta við sem ekki kemur kannski fram í skránni að albróðir þessa hrúts þarna var seldur norður í Skagafjörð sem lamb og er þar til heimilis á Halldórsstöðum og er þar mjög öflugur lambafæðir á því búi. Akkúrat. Já. Það er teljum honum það til tekna en þetta er allavega vel gerð og falleg kind, fullar góður og með lítilnæmi arfgerð, þannig að hann hefur ýmislegt fram að færa þessi. Fyrstu upplýsingar dætur lofa náttúrulega líka bara mjög góðu þó þær séu ekki margar. 5,7 afurðastiga jafnaði núna í haust sem að skiluðu lömbum. Já, það er ekki amalegt start. Móðurinn gríðaröflug kemur fram 9,7 afurðastig. Já, þannig það er hún mjólkar greinilega. Eina bestu ánum á bænum, en það er kynbótamati gott fyrir mjólkurlagni. Já, við erum bjartsýnir með hann Ham.
og þar með nú búið að fara yfir kollótturrútana og þá hér hann Satúrnus, já, hinn ferhindi rútur sem að kom inn á sæðingastöðu fyrra og kemur frá Sandfellssaga í Öxarfirði. Þessi rútur sem sagt valinn náttúrulega fyrst og fremst af því hann ferhindur, en hér fer nú reyndar saman að þetta alveg magnaður lambafaðir líka, allavega miðað við reynsluna frá Sandfellssaga, þar sem hann var bara einn af aðal lambafæðrum búsins og þetta kynbótamat sem honum fylgir byggt á orðið talsvert miklum fjölda lamba. En nú voru nú kannski minni undirtektir þegar hann kom á stöð heldur maður átti von á, eða hvað segið, hann fekk nú ekki mjög viðtaka notkun í haust, síðast að segja. Nei, hann fekk ekki mikla notkun, en tölurnar á honum bera það alveg með sér að þetta ekki held ég bara ekki síðri rútur til kynbóta á hindurfé heldur en margir af hindurrútunum sem eða margir af þeim rútum sem hafa 2 hornastöð. Þessi hefur 4, hann vissulega hindur eins og hinnir og hefur farið vel á stað með dætur líka, þannig að þetta náttúrulega bara hann kemur inn á stöðu sem öflugur kynbótarútur frá Sandfellssaga. Einmitt. Þetta greinilega alveg bara hörku rútur og hugsanlega ef hann væri bara með 2 horn þá hann væri líklega vinsællega ef hann væri bara með 2 horn. Það hann örugglega meira notaður, en aðeins svona til að rifja upp bara erfðir á þessum eiginleika, þá þetta bara ríkjandi erfðavísir sem ræður í að lömbin verða ferhind. Já, þannig að sem sagt afkvæmið undan Satúrnusi sem að ekki eru ferhinda, menn þurfa ekki að óttast að undan þeim komi ferhindi í framtíðinni. Þannig að það bara hlutur sem ég geta haft í huga. Ferhind kemur alltaf fram ef að greipurinn hefur genið. Það hafa fengið erfðavísirinn. Já. Já, við hvetjum menn til að prófa Satúrnus og svo að sjálfsögðu þetta einn af þessum eiginleikum sem okkur ber að viðhalda í stofninum. Þá það ljúfur frá Melhól sem að hér komin á skjáinn. Þetta feldhrútur sem að stóð í Þorleifskoti í fyrra og stendur sterkur í þeim eiginleikum sem hann fenginn á stöð til að kynbæta þessum feld eiginleikum. Já, stendur fyrir mjög góða feldeiginleika og þetta náttúrulega bara eiginleiki sem aukinn áhugi fyrir og bara mjög gott að þeir sem áhuga hafa á því að rækta þetta sé að sinna þeirri ræktun. Þetta eru einstakir ullar eiginleikar. Já, þetta mikilvægt að viðhalda þessu og náttúrulega alveg ekki spurning að það eru sóknarfæri sérstaklega í þeirri sambandi við þá grósku sem hefur verið í allskyns svona sériðnaði, svo beint frá bíli og handverksvinnu tengdri ull og gærum, þá náttúrulega alveg rakið að nýta sér kosti þessa fjés sem að býður upp á þessa eiginleika. Já, og fyrir þá sem að vilja byrja þessa ræktun þá náttúrulega þá kannski ekki fullkomin feldgæði í fyrstu kynslóð en
En til þess að byrja þetta þá best að velja hreinleitar gráar eða svartar ær til að hefja þessa ræktun. Og mikill kostur ef ullin þellítill og tagið langt og fingert á honum. Lárus, vilt þú eitthvað bæta einhverju við varðandi ljúf? Nei, þetta kemur. Þú hefur kannski meira áhuga á næstarhút. Jú, maður hefur náttúrulega alltaf áhuga á forystu fínu. Já, en hér kynnum við splunkun nýjan forysturút á stöðunum, fjalla frá Hárlaugstöðum, og þar sem Lárus alveg sérstakur sérfræðingur í forystufé, þá ætla ég að gefa honum aðeins orðið þennan hrút. Já, þú segir það. Fjalli þarf að þjóna öllu landinu núna, þar sem Kjartan á Suðurlandsstöðinni fallinn frá, og vonandi tekst honum það bara vel. Nú, hann fær þarna í skránni háflegar lýsingar í texta eins og hann á alveg skilið fyrir forystustöðlið. Hann rólegur og teymist vel og stendur kjör þegar það á við. Hann töluvert fjarskyldur þeim forysturútur sem hafa verið á sæðingastöðunum síðustu ár, sem nú kostur. Síðan ætla ég nú að nefna það að við leit að forysturútum á Stöðvarnar síðustu árin að þá hefur nokkuð borið á áhættuargerðum gagnvart riðusmiti þegar sín eru greind úr gripum sem við höfum skoðað. Fjalli hins vegar með svokölluðu lítið næmu arfgerð gagnvart riðusmiti og ætti því að styrkja stöðu forystufjárins gagnvart því og eru náttúrulega ákveðin meðmæli við notkun til að nota hann. Já, þakkaði fyrir það. Það og hérna kannski undirstrika það, það ekki oft sem að við höfum fengið hrút af Suðurlandi, forysturútin á sæðingastöðnar. Þeir hafa nú yfirleitt verið beint norðan úr Öxarfirði eða Þistilfirði eða þá úr Reykhólasveitinni og þar í kring, Akkurat. En þessi sett frá Hárlaugstöðum í Ásarhreppi. Sjálfsögðu hann talsvert ættaður norðan að og varðandi geðsla í honum þá fylgdi honum allavega mjög góð saga hans geðslag og ég veit að það var mikil eftirsjá eftir honum inn á stöð frá heimabúi og ég held að það sé alveg óhætt að segja að hann samkvæmt þeim lýsingum að þá forystustöðlið ósvikið í þessum hrút. Akkurat. En hrútarnir eru nú ekki fleiri sem að hér eru til kynningar og nánar má nú fræðast þá í hrútaskrá og inn í fjárvís. Ég hvet menn bara til að vera duglega að prófa sem flesta af nýju hrútunum og í rauninni prófa sem flesta af hrútunum. Það á allavega að vera svona talsverður fjölbreytileiki í þessu hrútavali. Þannig að vonandi finna flestir hrútar sem að passa fyrir þeirra hjarðir til kynbóta. Viljið þið bæta einhver við að lokum, drengir? Nei, það bara að segja gleðilega sæðingavertíð. Já, akkurat. Þá bara þökkum við fyrir og segjum þessu lokið.